Hver þar? Ég, faðir minn. Hvað vilt þú, barn? Mig langar að tala við þig, faðir minn. Nú. Ég komin til þín, faðir minn. Ekki annað. Til mín? Já. Maður verður að geta hallað sér að einhverjum. Annars deyr maður. Þú varst óstýrilátt barn. Faðir minn, viltu lofa mér að standa við hlíðina á þér? Barni gott. Þú ert ekki lengur barn. Ég lá, faðir minn. Já, ég frétt þú hefði verið veik. En nú sé ég að þér er farið að heilsast betur. Faðir minn, einn dag í vor sá ég ekkert nema myrkur. Það hvolfdist yfir mig og ég missti máttinn og gaf mig á valdi. Ég lá og lá í myrkrinu. Samt dó ég ekki. Hvernig stendur á því að ég dó ekki, faðir minn? Margur kvefast á vorin og lifir þó af, barn gott. Í gær var hvíslað að mér að ég ætti að fara til þín. Einhver sagði að Dómar færi út í dag. Ég var allt í einu heilsu. Ég reis upp. Faðir minn, þrátt fyrir þessa skelfilegu neyð, þá þó ættin okkar einhvers verð, eða ekki svo? Jú, ég á góðu fólki. Móður þín af enn betra fólki. Guðis sé lof. Það hefur ekki tekist að hneykja okkur. Ekki alveg. Við stöndum ennþá upprétt. Við erum menn. Eða erum við það ekki, faðir minn? Ég viss að ef mér álögð skylda, þá það við þig. Þú hefur verið móður þinni, mikil þolraun, barn. Nú ætla ég að ríða heim með þér til hennar eins og hún bað mig, faðir minn. Ég vona að Dómar sé ekki gengnir í málum. Ég veit ekki glöggt hvað þú nefnir dóma. Enda þar komið enginn veit lengur hvað réttur í þessu vesala landi. Sjálfur veit ég ekki hvert nafn skal velja þeim trúðleik sem hér hafinn. Hvaða fyrirmunum var það sem kom ég til að gera við Magnús Sigurðsson, hjónakaupum bræðratunguna, eftir að bert var að hann myndi verða bölvanlegur fyrir sitt líka ámæli á hendur þér. Í stað þess að segja skili við mannin með bréfi og vott. Þú vissir þó að hér myndu þér sótti til nafns missis og eigna sem var Kári voru til orðs og æðis en Magnús Sigurðsson. Og þó minna upp í gerst við það nýja lands yfirvald. Vísulögmaður hefur verið tilsettur á samt þeim sýslumönnum að kveða hér upp lögmannsdóm í máli þessu. Bjarnius heimtaði að mannorð sittir þér hreinsað af þessu fjölmæli, ekki með héraðsdómi einum, heldur einnig með lögmannsdómi, áður en að þættis geta gengið til embættisverka. Skal nú sá dómur kunngerast í dag snemma, en Arnius taka þar á eftir til starfa. Faðir minn, hver refsing myndi liggja við því ef sannast kynni ámæli Magnúsar? Ef giftur maður tekur gifta konu, var það missi nafns og virðingar og setjist hvort sig stórum fjársektum til konungs. En komi húð fyrir, þar gjaldfrítur. Faðir minn, viltu lofa mér að koma fram í lögréttu og segja orð? Hér gild ekki orð. Hvað viltu? Ég ætla að biðjast hljóðs og krefjast þess að vera leitt vitni í málinu gegn Magnúsi Sigurðssyni. Ég ætla að lýsa því fyrir lögréttu að Magnús hafi farið með rétt mál í bréfi sínu sem hann lét lesa í kórdyrum í Skálholts dómkirkju. Ég mun bjóða fram eið. Ekki þið minn heiður að meiri ef ég héldi með bjargonu frá trafki mannors þjófa með því að blanda lífi og blygðun dóttur minnar í þessar lögmálsþrætur. Einkum og sér í lagi, þar sem sá eiður sem þú særi til áfellis Arneo í þessu máli hlyti að vera mein eiður. Þetta ekki þitt mál, heldur voss föðurlands. Ef þið þeir páu sem standið uppréttir í þess neyð skulu settir á bekk útilegumanna og dæmdir, ef okkar ætt skal tróðast í svaðið,
ef ekki skulu lengur menn á Íslandi. Til hvers var þá allt þetta? Haldir þú mína praxinn, dóttur góð, hafa ranga eiða til framdráttar af mínum málum. Þá skjátlast ég föður þín. Jafnvel þótt slíkur eiður kynna bjarga sóma heils lands. Já, jafnt fyrir því þó svo kunnaði virðast. Þessa hótfyndni kendur mér einu sinni að nefna Artemkas og Istikam, faðir minn. Svei þeirri íþrótt. Ég skoða orð þín sem óræðnar ringlaðrar, sem hefur með sjálfskaparvítum fyrirgert sinni lukku, mist sjónar og skilsmun skammar og heiðurs og mæla nú inn desperasjónu víti. Hættum þessu tali, barni gott. En úr því þú ert hér komin, Guð veit til hvers. Skal nú kalla drengi og biða á að kveikja upp eld og gera tevatn, því það morgnar. Faðir minn, kallaði á Yngvan. Bíddu. Ég sagði þér ekki allt, ekki sannleikann, en nú skal ég gera það. Ég þarf ekki að sverja meineið. Í allan vetur áttum við Árni að jafnaði Óleifi Mögg saman í Skálholti. Ég kom til hans á nóttunni. Ég er gamall maður og ég er faður þinn. Í okkar ætt hafa slíkir hlutir aldrei verið sannir. Aftur á móti hefur móður fólk þitt sumt orðið frávita og að talur þú fleiri þessa veru, skils mér að þú setti í hópið þess. Árni mun ekki neita þau sandspænis mér. Hann mun ganga frá dómi. Og Arnas Arneus gæti við fagrans veginn og ekki alleinast hefði dómkirkjupresturinn og griðkonurnar staðana verki. Eller einn eginn biskupinn og biskupsfrúin. Og myndi sá maður ekki láta viðnum í fyr en hann hefði aflað sér úrskurðar frá kjörfustum, keisarum og páfum að þú hefðir átt barnið með húsgangsdrösa. Ég þekki hans ætt. Faðir minn, viltu þá ekki ég segja orð? Er þér þá sama heiður þín? Eru þér jafnvel einskis virði þínar 60 jarðir? Það mér minni hneisa. Vera dæmdur af spjátrungi á dagþingi, heldur en ég á dóttur sem fallið hefur fyrir spjátrungi á náttþingi. Jafnvel, þótt hún ljúgi á sig þessari vönn. Vel má ég tæra og í dag þola sörkast af strákum á þessum höfuðstað míns embættis, Þingvöllum við Öxará. Litlu skiptir það að því mun enginn hlæja þegar tímar líða. En af allri skömm sem þú hefur kallað yfir okkur móður þína, þá er því semst að þegja yfir þessari síðustu. Já, þú vilt því gera þitt fólk að allægi í sögu þessa fátæka lands aldir. Og komdu nú. Nei, faðir minn, ég bíð. Ó, hver ert þú? Átt þú heima hér á staðnum? Já og nei. Átt einu sinni að drekka mér í þessum hyl. Ég hef heyrt sagt að stundum speglist tunglið í þessu vatni. Þú munt vera álfkona. Hvers vegna hefur þú kastað hul í sjúpnum? Ég er þreytt. Komdu og hvíldu þig hjá okkur. Við erum hér í tjaldi 3 kvensvifti. Ein var brennimert fyrir að hlaupa með þjóf. Annar átti að drekka hér fyrir að hafa svarið sér hreina mei, þó í óléttu standi. Sú þriðja glataði sínum þunga norður í Sléttulíð. En með því að líkur bentu til að hann hefði komið andvana var hún send héðan frá drekkingarhýl í spunahúsið í Kaupmannahöfn og frígefin eftir 6 ára arbeið þegar hans allra mildasta tign og náð tók sína drottningu til ekta. Nú er okkur verið stemt hingað til að heyra okkar Guð sendi yfirvöld dæmd frá þeirra eyru. Við ætlum heim í dag. En sem þú ert fyrir nokkra orsök komin til manna, snör mín þurfandi beina, þá gátt í tjald með mér. Ég er dæmd. Gáttu fyrir Arnur, systir. Hann sýknar þig hvað sem þú hefur gert. Sá dómstóll er ekki til með álfum né mönnum
sem sýkni mig. Alltént, þó á himnum. Nei, ekki heldur á himnum. Settu það ekki fyrir þig. Lukkulegar voru þær konur einar sem gistu í himnum. Komdu nú og hvíldu þig. Þær fara inn í tjaldið, sviðið autt stund, það morgnar. Sýkna konan kemur út í hempu Snæfríðar, lítur flóttalegi kringum sig, hleypur burt. Sólaruppkoma. Menn ganga frá dómum. Tjaldskörinni lyft. Snæfríður kemur út í grodda hinnar sýknu. Séra Sigurður, Eydalín, Arneus og fleiri ganga framhjá. Síðastur kemur Jón Hreggviðsson. Áfram hattu, ungu skattu firma. Hjaldur minnstu miskunar, mjaldur hinstu fiskunar. Jón Hreggviðsson, Hvor ert þú? hvernig fór? Vont er þeirra ranglæti, verra þeirra réttlæti. Nú hafa þeir gert mér að útvega nýja hæstaréttarstefnu frá konginum, þar á ofan hóta með Brímarhólmi strax á Alþingi nú í sumar fyrir að hafa ekki birst á gömlu. Ég vænti þú sért ein af þeim sýknu. Nei, ég er ein af þeim seku. Það er sýknu stálu hempunni minni. Ég hef enga trú á öðru réttlæti en því sem ég frem sjálfur. Hvað gerðist í máli Bræðratungu Jónkærans? Slíkir menn eru sjálfdæmdir. Það er ekki til nema einn glæpur sem hefni sín og hann er sá að svíkja huldufólk. Ég skil ekki. Tveir herramenn standa hvor andspænis öðrum og dæma hvor annan. En þeir vita ekki að þeir eru báðir dæmdir. Báðir sviku það ljósa mann, álfa kroppin mjóa. Jónkærin lýsir kommissarinn hórkall í kórdýrum. Kommissari svarar með því að láta dæma sér og kongi aleigu Jónkæras. En hvar eru auðafimís herra Arneusar? Ef þú vilt, skal ég reiða þig fyrir framan með vestur á Skag og taka þig í kaupavinnu, kona góð. Ég vil heldur byggjast beininga en vinna fyrir mér. Ég er ein af þeim. Segðu mér heldur fleiri tíðindi svo ég fyrir sögubita þar sem ég fæ að liggja í nótt. Hvernig fór fyrir þeim valdsmönnum? Eydalín lögmaður er ásamt 3 sýslumönnum dæmdur frá æru og embætti, en féð þeirra allt stendur til konús. Það er lítið orðið eftir af honum utan gogkurinn og bassin. Það er ljótt að vorkenna manni. Ég tala nú ekki höfðingja. En í dag, þegar ég var settur niður við hliðan á honum kall Greyinu í nýrri úlpu, en hann í gömlu kápunni sinni sem hann dæmdi mig í hér málið, já þá hugsaði ég með mér. Ég held ég hefði svo sem ekki verið ofur gott að ljóta höfuð Jóns Hreggviðssonar. Drafstu mannin? Draf ég hann? Annarkvort drepur það hann eða hann drepur þig. Einu sinni var ég svartur, nú er ég grár. Bráðum er ég hvítur. En hvort ég er svartur, grár eða hvítur, þá ræki ég á réttlæti utan það réttlæti sem er í sjálfum mér, Jóni Hreggviðsson og reyn og á bakvið heiminn. Hérna hefur þú ríksdal frá mér, kona góð. En höfuð þitt get ég ekki leyst. Hafið þið nokkuð séð hesta Magnúsar Sigurðssonar? Magnúsar Sigurðssonar? Og er það ekki sá sem drakk konu sína á húsgang? Jú. Og ætlaði svo að höggva hana með öxi? Já. Og bar síðan upp á hann í kórdyrum í Skálholti og hann hefði lagst með óvinni föður síns? Já, það er hann. Ég veit ekki betur en að Bessastaða þjónar hafi tekið hans hesta í vörslu og hafið þátt að sækja þú eða það varla lausir enn. Ekki vænt ég, kona góða, þess nú leitar að líki hér. En hafi þetta nokkuð tíma verið maður ef ég hræddur hann sé búin að gispa golunni. Magnús. Lof mér að drepast í friði. Þú ert fótbrotinn. Hvaða dækja ert þú? Það er ég, konan þín, Snæfríður.
Fyrir hallardyrum í Jagaralundi 3 árum seinna. Veislubúið hirð fólk. Menn ganga fram hjá Arniusi án þess að heilsa honum. Hann gengur í veg fyrir 2 hirðmenn. Herra Etasráð, sendingin af fiskilínu til Stykkishólms sem ég talaði við daginn hefur hún verið afgreidd. Þar er Ísland lifandi komið. Snæri, aftur snæri. Hvers vegna á konungurinn alltaf verið að skaffa þessum mönnum meira og meira snæri? Hvað eiga mennirnir að gera við allt þetta snæri? Yðar góðvild vill heldur láta kónginn kaupa þessu fólki hallæriskott en lofaði að draga fisk. Við hér kærum okkur ekki að íslenskir dragi fleiri fiska en við höfum gagn af. Þegar við getum aftur haft stríð við þá svensku, skulum við fá meira snæri og kannski meira segja önglar. Annars er hér hvorki staðinni stund að ræða Íslendinga. Ég er að skemmta mér. Ég bið forláts, en minn herra aftók ekki að ræða við mig smámunni þar sem færri heyrðu til, ef mínum herra þóknaðist. Þetta hefur verið mikil veisla. Vor náðuga frú drottning landa yðar er mikil rausnar kona. Ég heyri að á Íslandi hafi tíðin verið ströng og bólan hafi herjað með ofsa þar upp á landið. Landið var illa tíað að mæta pest. Bólan sigldi í kjölfar sultarins. Ég heyri að biskupinn til Skjalholt og hans frú séu afgefingin. Ekki rétt. Mínir vinir og gestgjafar og göfugir samlandar biskupshjónun í Skálholti burtkölluðust á afliðnum vetri í bólunni. Ásamt með 25 öðrum mönnum í þeirra garði. Ég samhryggist mínum herra. Það land á skilið betra hlutskipti. Það gleður mig að heyriður segja svo. Íslendingur er þakklátur að hitta útlendan mann sem hefur heyrt land hans nefnt og enn þakklátur að heyra sagt að ég gott skili. Við höfum í Hamborg sannar spurðin af því að síðustu ár hafi leigan af Íslandsversluninni gengið til að standa undir gleðskapnum við hirðina, en nú hafi kýrin verið blóðum mjólkuð og sveltað auki, sem enginn veit betur en minn herra. Nú er hvað gildir, böllin verða að kontinuerast, það verður að byggja fleiri slot, drottninguna vantar annað tvinn spænskra hesta, mína náðugu prinsessur þurfa krokodíl og umfram allt. Það verður að undirbúa stríðið. Hér eru góð ráð dýr. Ég er hræddur að ég skilji ekki glöggt hvað minn herra kommertsínráður að fara. Nema honum hafi af mínum kongi að þeirri dönsku fjárhirslu verið falið að útvega peninga. Mér hefur verið boðið Ísland til kaups. Af hverjum með leyfa að spyrja? Konungi Danmerkur. Það er ánægilegt að heyra hér býður sá fram land sem ekki verður sakað drottninsvík. Eða hefur þetta boð nokkuð verið staðfest með bréfum? Það er svo vel. Yður boðið að kaupa það eyland miðja vega milli Noregs og Grænland sem er nefna Íslandia. Ásamt með þessu gögnum og gæðum til fullrar og frjálsrar eignar, þar með fullt og algjört afsal Danakonungs og hans niðja fyrir ofannemndu eylandi eilífa tíð og skal verðleggjast 5 tunnur gulls sléttar. Að greiðast voru konglegu fjárhirslu að kaupmála undirskrifum. Þakkir fyrir. Ég veit að ég þarf ekki að taka það fram að því að sýniður þetta hef ég aðeins viljað votta yður sérstakann trúnað. Þeim manni sem er fyrstur með nafni Íslendings í Danaveldi. Það hafa vísu aldrei verið mannasiðir að nefna Íslands nafn í góðum selskap í Danmörku. En síðan mig greip löngun að glæða íslenskt mannlíf í stað þess að næjast við míns lands fornar bækur eru mínir vinir hættir að þekkja mig. Mætti ég þá vona að þessi fyrirhugaða verslun séuður ekki á móti skapi, ef litið er til þess málstaða sem þér hafið kjörðið. Ég held því miður það megi einu gilda hver hlut ég kýs mér í slíku mális með þessu. Og er það á yðar valdi hvort þessi kaup takast eður ei? Hvernig mætti svo að vera minn herra þar sem ég er öngum veginn aðili að málinu? Ísland verður ekki keypt án yðar vilja. Ég er þakklátur að þér hafi sýnt mér það traust að segja mér leyndarmál. Þér vitið vel að sá auður sem hér í Kaupinhafn samanstendur hefur á undangengnum mannsöldrum grundvallast á Íslandsversluninni. Leiðin til æðstu metorða í þessum danska höfustað hefur jafnan leið Íslandsverslunina. Ísland er gott land,
Ekkert land stendur undir jafnmörgum auðkýfingum og Ísland. Það er einstakt að heyra svo mikið skilning á munni útlendings. En veit ég fleira. Ég veit að íslenskir hafa jafnan borið hlýjan hug til okkar Hamborgara. Ég myndi ekki hafa dyrfst að uppbera þessi mál við Viðar Háluborin heit ef ég ekki gengi úr skuggum það áður fyrir minni kristilegu samvisku að við Hamborgarmenn getum boðið Yðar landsfólki betri kjör en vor allra náðugasti herra og gestgjafi. Hefur minn herra nokkur sinni siglt undir Ísland? Nei, eða hverju sættir það? Minn herra hefur ekki séð Ísland rísa úr hafi eftir langa og erfiða siglingu. Ég skil ekki gjörla. Þar rísa hreggbarinn fjöll úr úfnum sjó og jökultindar slúnir stormskýjum. Nema hvað? Ég hef staðið til hlés í Kuggi í sporum þeirra veðurbitnu sjóræningja af Norvegi sem lengi létu undandrífast fyrir veðrum í hafi. Uns allt í einu upprís þessi mynd. Af sjálfu leiði. Það er ekki til ægilegri sýn en Ísland sem það rís úr hafi. Ekki veit ég það. Við þá sýn eina skilst sú dul að hér voru skrifaðar mestar bækur í samanlagðri kristninni. Þó svo væri. Ég veit ég skilji nú að það er ekki hægt að kaupa Ísland. Ég bið forláts ef ég er yfir ekki með öllu sammála. Íslenskt fólk gildir að þó í þess landi finnist stórir tindar og það eitur spíjandi fjall Hekla sem allur heimurinn skelfist við og þó þeir íslensku hafi til forna samanskrifað stórmerkilegar eddur og fábúður þá þurfa þeir samt að borða og drekka og hafa flíkur upp á kroppinn. Spurt er alleinasta hvort haglegra sé fyrir þá íslensku að þeirra eigi Íslandia sé danskt þrælahús ellegar sjálfstætt hertogadæmi. Undir ægishjálmi keisarans. Slík hugsun þótti íslenskum tignarmönnum engin fjarstæða áður fyrr. Í Hamborg liggja merkileg íslensk bréf, gömul. Og hertoginn? Hertoginn Arnas Arnefs situr þar á inni sem hann kýs. Minn herra er skemmtilegur kaupmaður. Ég vildi að Yðar Háluborin heit, vitt ekki þess að mínar orðræður fleipur eitt, en það hef ég enga ástæðu til að vera með mokkur í við minn herra. Ísland er sigrað land. Hertogi yfir slíku landi myndi verða allægi veraldarinnar, jafnvel þó að væri þjóð þeirra góðu Hamborgarmanna. Það er mín ósk að þessi kaup geti gert svo skjótt að Íslands kaupmenn hafi þar ekki pat haf fyrir en allt götur gengið. Á því veldur hvort þér vilju gerast okkar maður við íslenskan albúa. Haf ég lofað Yðar í dag, skulu kaupin gerð á morgun. Dragi til þess að hér skuli gefa svör af minni hálfu mun ekki spilla þó morgundagur líði. Þó við tveir höfum ekki borið gæfu til samþykkis í þeim efnum flestum sem Ísland varða, þá er ekki að hugla það. Ég skil ekki hvernig nokkur ærlegur réttur getur dæmt velborinn tignarmann eins og yður fyrir að liggja með þjóð sem hefur ekki skömm í lífinu. Das ist eine Schweinerei. Mín skoðun er sú að það sem okkur hef alltaf vantað á Íslandi sé vel lukkað harðæri. Til þess að sá óvandaði flökkulýður sem fer þar landi hverfi í eitt skipti fyrir öll og þeir fáu menn sem einhver dugur er í geti ótruflaðir af þjófum og bettlurum dregið þann fisk sem kompaníið þarfnast þá og brætt það lýsi sem Kaupinhafn verður að fá til að hafa ljós. Má ég skila því til Alþingis frá Yðar góðvin? Þér megi ræja okkur hér í kansalínu við þá íslensku eins og yður listir, minn herra. Það má einu gilda hvað íslenskir segja eða halda. Engin veit betur en þér sjálfur, minn herra, að Íslendingar eru ærulaust fólk. Má bjóða Yðar Háluborin heit sultuteig? Ég þakka Yðar góðvild. En hafi mitt fólk tapað sinni æru, hvað dugir mér þá sultuteig? Engin maður sem nokkru sinni hefur verið sendur á konungi hefur dæmt þetta fólk frá þess æru í þeim mæli sem minn herra. Non facile emergunt quorum virtutibus obstat res angusta domus. Já, ég veit. Það er ekki svo pokaprestur á Íslandi að hann kunni ekki sinn dónat, aftur á baka áfram, vitnandi í klassikos seint og snemma, en það eru þeirra bænaskrár til majestetsins svo útbíjaðar af ótíðugum lærdómi að fjallakonni maður skilur hvað er að fara og allt og sumt sem mennina vantar er snæri. Í mínum augum er það löstur á snærislausum manni að kunna latínu. Ég hef verið beðinn að gerast landstjóri Íslands.
Hvað voru það að segja, monsieur? Voru það nefna landstjóra? Hver á að vera landstjóri? Hvar? Fyrir hvern? Það veit Íðar Góðvild allt saman miklu betur en ég. Ég veit ekki neitt, ekki neitt. Við hér í kansalínu fáum aldrei að vita neitt. Allt gerist hjá þeim í ríkisráðinu og í herráðinu hjá þeim hýðversku. Eða er í svefnherberginu hjá drottningunni. Við fáum ekki einu sinni launin okkar. Við erum gabbalir, það er ekki talað við okkur. Og það verður með alls konar brugg á bakvið okkur út í staðnum. Og best ekki að trúa því ef við vöknum upp í það einhvern morgun að kóngsskepnan væri búin að selja okkur. Eins og Íðar Góðvild veit hefur vor allra tignasti herra marg reynt að selja og veðsetja títtnefnda ei Ísland. Í tvígang á röskum áratug gerðan til að mynda legát á fund englakonungs þeirra erinda sem lesa má í skjölum. Sá ríki Hamborgari Uffelen tjáði mér að nú hafi hans konglegu náð enn einu sinni þóknast af sínu allra mildasta hjarta að frambjóða til sölu þetta óland. Þetta gerræði, þetta eru svik, myrkraverk. Ég leyfi mér að ég fengja rétt kóngsins til að selja landið að okkur forspurðum hér í kanselíinu. Það væri að stela landinu og ekki aðeins frá kanselíinu, einnig frá kompaníinu. Og hvað segir rentukammerið eða gulur löfi, landsins gúvernör? Hvað voru allra mildasta náð gerir við sínar eigur kemur ekki öðrum við. Þetta eru enn einhverjar bálvaðar vélarnar úr íður, fals, brugg, magg. Hér hafi gint konungin. Sá danskur ráðgjafi og stjórnarherra er ekki til sem myndi ráða konungi að selja Ísland. Og sjálfur þeir íslensku, hvað segja þeir? Íslenskir? Hver spyr ærulaust fólk? Þeirra hlutverk er það eitt að leggja sína sögu á minnið til betri tíða. Yfir Háelborn heitferð að hafa mig afsakaðan, en aðkallandi mál bíða mín út í staðnum. Sem sagt, viðvíkjandi þeirri sendingu af línu í Hólmskip. Ég skal nú sinna því máli. Kanselíið hefur ævinlega verið reiðubúið að taka bænir Íslendinga ásmundarjárn, messuvín og snæri til greina. Ef til vill verður hægt að fá fleiri skip til að sigla í ár en í fyrra.